Hugtökin ábyrgð og afsögn voru ekki sérlega áberandi í þjóðmálaumræðunni framan af ári. Það breyttist hins vegar í lok september þegar íslenskt efnahagslíf lagðist nánast á hliðina. Fyrstu fréttir af hruninu komu mörgum óþægilega á óvart, jafnvel þó þetta hefði legið í loftinu í talsverðan tíma. Eftir yfirtöku ríkisins á Glitni virtust ráðamenn enn halda í vonina að sú aðgerð myndi duga. Aðalatriðið og það sem ég vil fullvissa fólki það það að fjármálastöðugleikanum hérna ekki ógnað með þessari aðgerð. Við höfum eftir að sjá ýmislegt annað gerast í kjölfarið. Og þetta sé mest misráðnaða aðgerð stjórnvalda á seinni tíma. Það leið ekki á löngu þar til þessir menn og margir fleiri lágu undir ámæli vegna þess sem þeir gerðu eða gerðu ekki. Ég þeirrar skoðunar að það gangi ekki að bjóða þjóðinni upp á það að það bara sitji allir eins og ekkert hafi skorist eftir þessi ósköp. Daginn eftir var mótmælt á Arnarhóli og nokkrum dögum síðar var fyrsti fundurinn af mörgum haldinn á Austurvelli. Gröfurnar voru skýrar. Það verið að tala norðnaveðar, við erum ekki á slíku, en við verðum að byrja einhvers staðar og tappinn virðist vera Davíð Oddsson í öllu. Þá bara krafan þessi. Ég að tala það að þeir bjóði forsætisráðherra upp á þann valkost að geta endurskipulagt Seðlabankann rétt eins og aðrar fjármálastofnanir landsins. Landslag stjórnmálanna breyttist eins og vænta mátti í umróti atburðanna. Svartar spár atvinnu ástandið rættust, þúsundir mistu vinnuna strax í upphafi nóvember og tortryggni almennings gagnvart stjórnvöldum og viðskiptalífinu jókst hröðum skrefum. Það algjörlega hægt í tengslum við þessar rannsóknir sem nú standa fyrir höndum að fella niður eða víkja frá þessu þagnarskyldu ákvæði. Menn gagnrýndu. Ég tel að Seðlabankinn hafi brugðið sínu hlutverki. Báru af sér sakir. Það þýðir ekkert að segja að Seðlabankinn hafi ekki vitað hvernig staðan var og hafi ekki varað við henni. Drógu dár. Geir minn, þó þú sért tilbúin til að láta kúga þig, þá þýðir það ekki að við Íslendingar ætlum að láta kúga okkur. Og mótmæltu við ýmis tækifæri, til dæmis með prjónaskap fyrir framan stjórnarráðið og einn morguninn við ráðherrabústaðinn þegar ríkisstjórnin ætlaði að funda. Ætlaði að tala við þennan hóp mótmælenda? Fólk hefur sinn rétt til þess að mótmæla. Réttur sem fólk hefur óspart nýtt sér þessar síðustu vikur og mánuði. Minna hefur eins og farið fyrir því að stjórnmála eða embættismenn viðurkenni ábyrgð, hvað þá að þeir hafi sagt af sér. Nánar af atburðum síðustu mánaða og ársins alls í sjónvarpinu á gamlárskvöld.